Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Við heilsum ykkur frá Hafnargötunni í Keflavík, aðal verslunargötu bæjarins. Og þrátt fyrir 10 stiga hita og blíðu undanfarna daga, já, þá verður hún að hluta til þakinn snjó. Ástæðan einföld, hér fara fram tökur á bandarískri þáttaröð. En þetta stærsta kvikmyndaverkefni Íslandssögunnar. Já, Kjartan, það Hollywood bragur á Hafnargötunni í Keflavík. Já, það mikið að vera. Hvernig líst þér á þetta? Mjög vel. Þetta stór framleiðsla á þessum sjónvarpsþáttum. True Detective. Bandaríska sjónvarpsstöðin HBO eða HBO að framleiða þetta. Og True North þeirra umboðsaðal á Íslandi og komum til okkar í sumar til þess að ámanga það við okkur að fá að gera þetta svona og eftir svona einhverja skoðun náttúrulega þá var ákveðið að slá til og gera þeim kleift að gera þetta hér. Þetta bara flott, gaman. Það stendur mikið til og já, þegar við erum að tala saman hérna þá þetta náttúrulega byrjað og það sérkennilegt að sjá hérna, já, allan þennan snjó. Þetta náttúrulega að gerast í Alaska. Í Alaska. Já. Og Alaska hluti af Bandaríkjunum. Þannig að þetta eru bandaríski þættir og bandarísk saga sem á að gerast í litlu þorpi í Alaska. Og þar vetrarríki, snjór, sagan gerist að vetri til. Það ekki beint búið að vera vetrarríki á Íslandi og Suðurnesjum síðustu daga? Nei, heldur betur ekki maður. Og núna þegar við erum hér, þá bara, ég veit ekki hvað, 10 stiga hiti og súld. Já. Finnst þér þetta hafa einhverja þýðingu svona fyrir bæjarfélagið? Já, við vitum það náttúrulega ekki alveg, sko. Við höfum ekki fengið nákvæmar upplýsingar söguþráð, en okkur sagt að þetta muni ekki hafa neikvæð áhrif á bæinn eða sögu hans og það var nú eitt af skilyrðunum sem við settum. Og annað skilyrði sem við settum var að allir sem teldu sig að einhverju leyti verða fyrir skakkaföllum eða tapa sölu til dæmis hér á Hafnargötunni eða eitthvað svona. Verslanir og fyrirtæki. Þjónustaðalar, þeir fengi það bætt og það, eftir því sem ég veit best, ég hef ekki heyrt annað, þá búið að semja það við allt og alla. En svo segja þeir okkur umboðsaðilar stöðurinnar hér á landi að sem sagt True North, að það sé mjög stór hópur fólks sem hefur það á stefnuskránni að fara á svona tökustaði, þú veist, þegar búið að sýna þættina, að þá sé hópur sem fer á vettvang og vill sjá hvernig þetta lítur út í alvöru. En hvort að það verður reyndi, ég veit það ekki. Þú veist, við verðum bara að sjá til með það, hvort að hér verður einhverju ferðamenn sérstaklega til þess að sjá Hafnargötuna í sinni réttu mynd. En aðalega hérna á Hafnargötunni, þeir hafa greinilega tekið vel í þetta og það náðst samstarf þetta. Já, eins og ég hef ekki heyrt annað. Við sjáum hérna Ennis Park Hotel og Keilir og Pattís. Já, Casino Bingo. Já, gamla skóbúðin hérna. Já, það búið að eiga helling við leikmyndina. Og Raggi Rakkari orðið að þvottahúsi núna og svona, það hafa allir greinilega vilja að leggja málinu lið, sem bara fínt. Samstaðan í lagi hjá okkur. Og við náttúrulega erum, Suðurnesjamenn, náttúrulega vorum með bandarískt varnarlið hérna í 50 eitthvað ár. Þannig að við þekkjum að 60 ár. Já, 60 ár. Já. Þetta okkur ekki ókunnugt. Nei, og að sjá þessa síma eða þessa rafmagnsstaura og símalínur hér, þú veist, þetta það eru mörg ár síðan að þetta var náttúrulega svona einhverju mynd í okkar bæ sem betur fyrr, langt við lið, en þetta svona víða erlendis ennþá. Það sem erfitt kannski að koma raflögnum og svona í jörð vegna frost eða eitthvað, ég veit ekki af hverju það svona þar, en þetta svolítið sérstakt að sjá þetta allt saman. En þetta bara hlutaleikmynd og við bara sýnum því skilning. True North sem svona aðili þessa verkefnis hér á Íslandi, voru þeir í samstarfi við bæjarfélagið?
Já, því leytinu til að þeir komu hér og eins og ég segi í sumar og óskuðu eftir viðræðum við okkur hvort þetta væri hægt. Þeir voru búin að skoða víða, töldu þetta passa best við þær upplýsingar sem þeir höfðu að leita að tökustöðum og að ákveðnu skilyrðum uppfylltum þá var ákveðið að verða við því bara og það er sjálfsagt. Og hér eru núna, en því sem að mér skilst, tæplega 300 manns að vinna. Og ekki allir hérna á þessu setti heldur eru mikið af bílum hérna fyrir neðan, alls konar trukkum, þjónustubílum í kringum þetta og þetta eru tæplega milli 250-300 manns að vinna hérna þessa daga. Já. Og þetta kemur hérna bara í upphafi aðventu og við fáum snjó hérna á aðventunni. Já, einmitt, við fáum hann. Og það verður gaman að sjá svo endalegu útkomuna. Mér skilst að þættirnir verið sýndir í Bandaríkjunum að ári, næsta hausti 2023. Og þá fáum við væntanlega að sjá eitthvað svona inn í þetta, hvernig þetta lítur út. Þeir hafa ekkert viljað fá bæjarstjórann í lítið hlutverk? Ekki ennþá. Þú býður kannski ennþá og Já. Vonar að... Nei, ég get nú ekki sagt það, sko. En það verður líka svolítið gaman fyrir okkur að, sko, þeir hafa verið að taka víðar. Þeir hafa verið að taka á Dalvík og Vatnsleysuströnd og svona. Já. Og þau skils mér, þær senur eiga að gerast hér líka. Já. Þannig að við allt í einu sjáum Vatnsleysuströndina bara þessi skrúkarunn er eitthvað, skilur. Það verður mjög sérstakt fyrir okkur. Þetta er svona svipuð áhrif og þættirnir sem voru teknir bæði upp, íslensku þættirnir teknir bæði upp á Siglufirði og Seyðisfirði, sett saman í eitt þorp. Þannig að við höfum eftir að hlæja þessu kannski. Já. Einar, hvernig hefur þetta gengið svona undirbúningur og þetta er hellingur sem þarf að gera hérna til að hlutinni gangi upp? Já, þetta er mikill undirbúningur og mikið umfang. Og við erum búin að vera lengi að undirbúa þetta. Þetta er náttúrulega erfiður staður að vera í verslunargötu bæjarins, fullt af fólki sem á hagsmuna að gæta hérna. Þannig að þetta er búið að vera langur aðdragandi en gengið mjög vel og svona í flestum tilfellum er bara mjög vel tekið í þetta og fólk hjálpar okkur heilmikið þannig að það er eina leiðin til að gangi upp. Veðrið kannski ekki alveg hjálp ykkur, það er eiginlega sumarveður og þið þurfa að setja upp aðstæður eins og það sé í Alaska þar sem er snjór á þessum tíma? Eða ekki? Eða þegar myndin, þegar tökurnar, þegar hlutirnir eru að gerast? Það mætti alveg vera skárlega sko. Það hefur verið fínt að fá smá kulda og minna rok og ekki þessa rigningu. En við erum samt að gera þetta og þetta gengur. Við erum að mynda náttúrulega heilmikið inn á stöðum líka, þannig að þetta eru sjónarhorn út um glugga og svona sem að þarf að snjódressa eins og við kallum það. Við gerum snjó. En við höfum alveg kosið betra veður. Já. En við höfum heyrt að þið hafið þurft að breyta ýmsu eins og inn á Pattískránni, þar hafið þið breytt öllu innvolsi og er það á fleiri stöðum? Já, þetta eru leikmyndir inn á þessum stöðum sem að eigendurnir munu ekki þekkja staðinn sinn þegar þeir koma þarna inn á. Sko. Þetta er bara, leikmynd og gerbreytt það sem við erum að gera og svo utan á stöðum, bíó er hérna orðið svona einhver súpermarkaðar. Já. En máttu segja ykkur eitthvað hvar eru tökurnar? Er þetta hérna úti eða er þetta inni eða bæði? Það er svona ekkert leyndarmál. Þetta er bara úti og inni og sjáum að það er mikið umfang hérna á Pattís og við erum hérna á móti. Þetta er komin hérna útivistarbúð og þetta eru nokkrir staðir inn í götunni sem mynda inn á en svo líka út á götunni, utandyra. Já. Jodie Foster og helstu leikararnir spranga hér um? Já, örugglega. Örugglega. Svo, þykist við vita að þið hafið leigt hús á götu við Sunnubraut í Keflavík og þar verða eitthvað tökur og... Já, við förum þangað, millitíðinni förum upp í Ásbrú og myndum þar í skóla og svo förum við upp í Sunnubraut. Þannig að við erum bara að gernýta Reykjanesið. Þetta svæði hérna, þetta tökusvæði, var þetta eitthvað sem passaði akkurat fyrir ykkur? Já, þú veist, erfitt að segja hvað það er akkurat, en leikmyndahönnur og leikstýra og allir sem koma að þessu framleiðendur
eru búin að margskoða þetta og sáu eitthvað út úr því að þetta gæti samsamast við götu í Alaska sem að þau eru svona að byggja þetta svolítið á. Já. En þetta er kannski ekki ákvörðat. Það þarf að breyta heilmiklu og nota brellur. Já. Mikið af brellum? Já, endast brellur. Já. Þannig að þið eru bara mjög sátt. Já, ég er mjög sátt bara og þakklátt fyrir bara aðstofuna sem fengi hjá bænum og íbúum Keflavíkur, Reykjanes. En svo hafa þið verið að flagga bandaríska fánanum hérna og meðal annars á hinum merka stað í skrúðgarðinum í Keflavík þar sem að einhver aðrir þjóðfánar hafa verið fengið að fara á loft eins og við segjum sko. Þannig að þetta hefur nú farið jafnvel misjafnlega í suma. Já. Eðlilega. Ekki allir sáttu við það? Nei, og við vissum það, eða reiknum með því að það geti farið þannig. En þetta er nú bara leikmynd. Það er ekki verið að flagga fánanum sem slíkum. Nei. Og íslensk fánalög ná svo sem yfir íslenska fána fyrst og fremst og samstarf hans eða sambland hans við erlenda fána. Og þær reglur og lög eiga ekkert við svona held ég sko. Þetta er bara leikmynd og í leikmynd er allt hægt einhvern veginn og við verðum bara að unna því og við þekkjum hvernig kúltúrinn er í Bandaríkjunum. Þau sem hafa komið til Bandaríkjanna vita að maður sér eiginlega aldrei tóma flaggstöng. Það er alltaf verið að flagga bandaríska fánanum út allt og þessi stóra stöng okkar hérna í skrúðgarðinum, hún kemur inn í myndavélina frá ákveðnum sjónarhornum og þá þeir eru áttuðu sig á því, þá óskuðu eftir því að fá að hafa bara fána þar. Já. Og hvort að hans verður notaður eða sést eitthvað, við vitum það ekki. En ég bið bæjarbúa bara anda rólega, við erum að, þetta er leikmynd, þetta er í þykju.